Ég vil vitna til þess að veita dýrð og heiður föður mínum himneska. Og í fyrri spám var Drottinn búinn að segja mér að óttast ekki, því hann myndi endurheimta eyðilagða líffæri. Hann sagði mér það, en ég skildi það ekki alveg og tók því ekki mjög alvarlega. Þegar ég var 7 ára gamall keyrði mótorhjól á mig og ég lendi í alvarlegu slys þar sem ég var nær dauða. En dýrð sé Guði, sem hafði einnig sagt mér í annarri spá að hann hefði verndað líf mitt oftar en einu sinni, þrátt fyrir að óvinurinn hefði reynt að taka það, en hann hafði ekki leyft það, því hann á áform fyrir mig. Í þessu slysi missti ég heyrnina á vinstra eyra. Ég heyrði ekkert, alveg 0%, og engin skurðagerð gat hjálpað, því þetta var hluti heilans sem stjórnaði heyrn í vinstra heyra. Þegar ég var í lofgjörð sagði ég alltaf við þá sem spáðu að ég gæti aðeins heyrt á öðru eyranu, en núna fóru þeir að spá með því eyra og þá fann ég að ég gat heyrt aðeins, ekki fullkomlega, en mér fannst eyrnin batna. Ég var í þögn og með tímanum gat ég heyrt betur. Ég fór til læknis og tók próf og Guð hefur þegar endurheimt 24% heyrnar í þessu eyra, sem í raun ómögulegt, og ég græt af gleði yfir því sem Guð að gera á þessum stað. Ég trúi því að Guð sé Guð ómögulega hlutana. Einnig sagði Guð mér að vernda líf mitt. Fyrir 2 mánuðum var ég í Orense á Galícia, þar sem ég kynntist starfinu þar, sem var mjög fallegt. Ég vann í vörugeymslu við að setja upp plattur og málmbyggingar á töluverðu hæð, og vinur mín og ég höfðum ekki öryggishjálm. Þá féllu 4 plötur af plattur með byggingum á höfuðið á okkur og ég fann lítinn högg, en það sló mig ekki. Í dag vitna ég til þess að veita dýrð og heiður föður mínum himneska. Brothers och sisters, era våta spárðingjafingu sem hann talaði við mig að ég ætla að vera í svona erfiðu tími í lífi mig, bæta honum líf og heilsu. Hann sagði við mig að ég ætla að fara til heimsókn í lækni og það var svona eins og ég 11. júni, ég var með krampa kvöldi. Ég var að vakna og ég var að passa mér og ég fór aftur að leggja mig og heila nótt ég var með svona krampa tilfinningar og svo hinn daginn ég var með flogaveikin í daginn og svona taugalæknir búið að tala við mamma mig, ef ég kemur tilbaka, ég ekki að labba, ekki að horfa, ég vantar hjálp til að gera allt. Á seinasta búin að segja að þau henda mér mjög sein og það var bara svona 40% til að lífi og þetta var mjög lítið og það var neina að gera. Meira en það, þau fóru að senda mér til 5 hæð og Guð með allt það sem hann búin að lofa mér, með bæn fyrir fjölskylda minn, brothers og systers, leifa að þau senda mér til annan landspítalana og segja að þau senda mér þá, þau voru að setja tækir í augunum mínu því að það getur ekki gera úr mér. Ég var með mikið tækir í líkamanum mínu og ég var mjög illa að segja, ég kom til Bogotá og þá ég sé orðin Guð að ég ætla að fara til lækni. Ég búin að sjá orðin hans svoleiðis. Ég vakna 4 daga eftir ég koma þá. Fyrir læknis þetta var stór ofar að því að út af því sem svona taugalæknir búin að segja að ég ekki að labba, að ég ekki til að tala. Ég sama dag sem taka tækin af mér, ég var að tala, hlæja og horfa. Ég var að spyrja hvað var að gera og hverju ég var þá. Og þá ég sé orðin Guð fullkomin að sé seinasta stund að hann gera í mig og leifar ekki ofan í teka lífið mig. Ég segja takk fyrir alla brothers og systers fyrir iPad og ég að vota það til að lofa dýrða nafni Guð.